Dani, þú fékkst að horfa á Noregsleikinn úr stúkunni, hvernig var það? Það var ansi sérstakt. Ég hef aldrei verið í leikbanni á ævinni, þannig að þetta var fyrsta leikbanni sem ég tók út, en það var bara góð stemming í stúkunni og maður svona, já, fekk að horfa á leikinn úr öðruvísi sjónarhorni. Góð stemning í VIP-inu, VIP? Já, það var það og 12 alveg bara á trommunum allan leikinn. Það var alltaf hægt að tala saman þarna, þannig að það var mjög góð stemming. Það er svona bara að koma inn í þennan leik, þú veist, þetta var hörkuleikur, við sköpum okkur fullt af færum og svekkjandi að náðum ekki að taka 3 stig í þessum leik. Já, mér fannst við svona heilt yfir betri aðilinn og kom okkur fullt af góðum stöðum. Á góðum degi hefðum við tekið öll 3 stigin en það vantaði að setja markið. Svona horfandi úr stúkunni, hvað fannst þið bara vant upp á þess að við náðum að skora 1 mark í þessum leik? Ég held bara aðalega komunum yfir línuna sko, að voru fullt af færum og munuð oft ótrúlega litlu, þannig að ég held að þetta var bara einn af þessum leikjum sem fór svolítið stöngin út. Er þetta ekki jákvæða bara frammistaða til að byggja á? Jú, algjörlega. Vonandi bara spilum við svona vel á móti Noregi og jafnvel aðeins betur. Já, til að taka öll 3 stigin þar. Sviss núna á þriðjudaginn, hvernig bara svona leggst sá leikur í þið? Bara mjög vel, auðvitað, þú veist, að mörgu leyti þú voru Noregur sem ranka hærra, þá er þetta svipa sterk lið, spila öllum líkindum sitt hvort leikkerfið, allavega með hvernig þegar við mættum Sviss seinast og þetta verður bara annar hörkuleikur. Svona síðasta leikur mútið Sviss, ekkert skemmtilegasti fótboltaleikur í heimi, býstu við öðru sér leik núna á þriðjudaginn? Já, hann var ekki skemmtilegur og við fengum ógeðslega mikið hálffærum en einhvern veginn, ég er ekki viss um að við mátt einhvað skota mark og þær varla heldur. Vonandi kannski getur spilast einhvað inn á að náttúrulega kannski liðið var ekki búið að koma saman síðan fyrir jól og nú ætla stytta síðan við hittumst, þannig að vonandi allavega verður þetta skemmtilega leikur og við getum nota það sem var kannski ekki gert eins vel á móti Sviss og gert það eins betur á þriðjudaginn. Er ekki alveg möguleiki bara að taka 3 stig í þessum leik? Jú, algjörlega, en þetta er hörkulið og við þurfum að spila góðan leik og nýta færin okkar og verjast vel. Það eru náttúrulega með, hörku, kannski helstu leikmennin þeirra eru sóknarmenninir. En jú, það er bara ef við spilum vel þá eigum við allan daginn að stefna 3 stig og við förum í alla leiki til að gera það hvort sem við séum að spila við Noreg, Frakkland eða Sviss. Þetta er annað landsliðsverkefni í röð sem þú kemur í, þú veist, hvernig hefur við bara verið að koma aftur inn í hópinn? Bara mjög gaman, kannski svona seinasta verkefni var kannski aðeins öðruvísi þá, þú veist, mikið af svona, flestir af mínu vinkonum náttúrulega bara farnar og svona, þannig að það var mjög gaman að fá Elísu hérna inn, þannig að við vorum alltaf herbergisfélagar og erum góða vinkonur, þannig að það var mjög gaman að fá hana núna inn, en stelpurnar eru, við þekkjumst það náttúrulega allar vel og þær eru svo almennilegar, taka vel á móti okkur. Hvernig hefur bara verið að kynnast þessum nýju stelpum sem voru ekki hérna síðast þegar þú varst í hópnum? Já, það eru náttúrulega nokkrar í kringum 20 sem ég spilaði ekki með áður en ég var ólétt, en bara gaman og það eru allar rosalega hressar og opna týpur og eru duglegar að spjalla við okkur, þannig að núna, þú veist, mér finnst ég hafa, þekkja þær vel með við kannski þegar ég spilaði á móti Sviss fyrir nokkur vikum, þá hafði ég heitt til dæmis Emilíu og Sædísi 3 dögum áður og þekkti þær ekki neitt, þannig að maður er búin að, kynnast þeim vel núna. Þannig að við förum til Englands, hvernig bara líður með West Ham þessa stundum? Bara fínt, mér finnst alltaf ógeðslega gaman að mæta á æfingar og spila fótbolta og reyna að vera betri, en ég get alveg viðurkennt, ég er búin að vera ósátt með minn spiltíma og með hvernig ég hef æft og þær mínútur sem ég fengi að spila, það hef ég gert vel og mér finnst að ég ætti að vera búin að spila töluvert meira en ég hef gert. Er eitthvað séns að þú sért að fara að breyta umhverfið fljótlega? Ég ætla bara að sjá svona á næstu vikum hvað verður, þjálfarinn líka samningslaus, West Ham er búið að tryggja sín megin, þannig að það er undir mér komið hvað ég vill, en ef ég færi múl stað, þú veist, það þarf að vera eitthvað mjög spennandi og þú veist, sem hentar fjölskyldinu. Ég er náttúrulega ekki að hugsa bara sjálfa mig, þá væri alveg auðvelt að færast eitthvað, en sonur minn náttúrulega 7 ára, búin að vera 3 ár í grunnskóla þarna úti, þannig að meira en segja að færa hann bara til að gera það, þannig að ég ætla bara svona að sjá hvernig næstu viku verða og ég hef nægan tíma, ég er náttúrulega samning út júní, þannig ég ætla bara, sjá hvað verður. Er heimkoma möguleiki á næstunni? Ekkert frekar, ég bara, ef ég á alveg hreinskilin þá veit ég ekki neitt, ég veit ekki hvort ég verið áfram Englandi, fara erlendis, fara heim,
ég svona er einhvern veginn, þú veist, fyrir jól var ég ekki að reikna með að fara á EM, þú veist, núna það möguleiki, það einhvern veginn svona, já, allt bara svolítið í lausu lofti. Félag á Íslandi búin að sýna þér eitthvað áhuga? Já, það alveg búið, þú veist, heyra í mér þá kannski aðalega, þú veist, þjálfarar og starfslið sem þekkja mig og bara svona, þú veist af okkur en ekkert eitthvað alvarlegt, þú veist, það frekar lið erlendi sem hafa haft sambandi eitthvað að viti, sko. Ef þú segir svona, kannski fyrir nokkrum mánuðum varstu ekkert að hugsa EM og núna það orðin góðu möguleiki, hvernig svona bara líðaði með það? Já, bara fínt og þú veist, ég held ég þurfi bara að sjá svolítið hvað mitt hlutverk verður í þessu verkefni og þú veist hvort ég verður valin í næsta, þú veist kannski líklegri valin í næsta verkefni að ég sem svo að fara á EM, þannig að já, þú veist, ég er búin að fara á 3 stórmót sem ég var ótrúlega ánægð með og stolt, þú veist, þannig að þú veist, ef ég verð ekki valin þá það bara þannig, þú veist, og ég fyrir frí með fjölskyldunni í staðinn eða eitthvað, en auðvitað það ógeðslega gaman að fara með stelpunum líka. Bara í lokin, þú veist, leikurinn á þriðjudaginn, fannst ekki til þess að verði ógeðslega mikil læti og mikil stemning á vellinum? Já, allavega með hvernig það var í seinsta leik, þá reiknaði ég bara með að verði þannig aftur, það bara, já, var bara trillt læti og ég og Alex gátum alltaf að tala saman leikinn inn á, þannig að jú, bara vonandi mæti fólk og fylli stúkun aftur. Takk fyrir þetta, Dani, og gangið vel. Takk. Geggjað, takk heiðarlega.